Já, ég misti íbúðuna mína, fluttur aftur til foreldra minna, atvinnulaus. Hef ekki fengið full laun þar í 2 ár. Og já, ég á ekki nóg til þess að lifa eðlilega á Íslandi, svona með við flesta. Það er bara frekar erfitt, sko. Ég misti íbúðuna og fór konan frá mér, sko. Síðan þá hefði nú ekki, þetta hefði ekki verið auðvelt, sko, í vetur. Já, ég er nú bara ágjörð að festast í þessu ástandi, sko. Það er erfitt að komast aftur inn á atvinnumarkaðinn og byggja upp ykkur eignir þegar maður á bara skuldir. Það er vonandi bara leysast það einhvern veginn. Það er bara, já. Ég er bara vonast eftir að fá vinnu aðalega og svo ég geti, fara að borga mig niður og byggja upp eitthvað líf, sko. Við glímum núna við mikið atvinnuleysi sem áður var óþekkt vandamál. Það auðvitað kallar á ný viðhorf og kallar á nýjar úrlausnir. Og það fylgir aðstæðum sem þeim sem við upplifum nú að þeir sem stóðu lakast fyrir, þeir eiga á hættu að standa enn lakar eftir en áður. Þannig að meginmarkmið, það var niðurstaða þessa starfshóps, að meginmarkmið aðgerða gegn atvinnuleysi ungs fólks ætti að vera skipulögð virkni eða sjálfboðastörf og sérstaklega aukin menntun, fremur en afskiptaleysi á bótum. Það er almennt viðurkennt meðal hagfræðinga að nýsköpun er undirstaða hagvaxtar og skiptir öllu máli þegar kemur að því að auka velferð almennings, fjölga störfum og auka samkeppnishæfni landa. Við þurfum að leggja áherslu á uppbyggingu á fjölbreyttu atvinnulífi þar sem nýsköpun er gert hátt undir höfði. Við erum ekki vön að hugsa fátækt og félagslega einangrun sem raunverulegt vandamál, en við þurfum að hugsa það núna því að það er miklu nær okkur en það kannski hefur verið hingað til. Og það er auðvitað líka mikilvægt að nota tækifærið sem fylgir kreppu þegar fólk almennt horfir meir á félagslegan vanda til þess að vekja meðvitund, því að þetta er fátækt og félagslega einangrun líka til á góðæristímum. Ég held að hann hafi víðtæk áhrif. Í fyrsta lagi þá var fundurinn mjög vel sóttur. Þannig að nú eru mjög margir sem að gera sér grein fyrir því út af hvað Evrópári gengur og líka það að þarna voru margir að kynna mjög góð úrræði sem þegar eru farin af stað. Öll umræða er jákvæð og hún er góð. Og ég vona að þessi fundur verði til þess að stjórnvöld hugsi sig alvarlega það ástand sem að ríkir í þjóðfélaginu, það mikla atvinnuleysi sem að Íslendingar búi við og fari að finna lausnir til þess að hjól atvinnuleysis fari að snúast á ný.